Nei, ekki 3-0 á móti Keflavík. Þú hlýtur að vera, ég meina, heimilifandi. Alveg geggjað. Ég hef tekið þetta og þú hefði sagt mér þetta fyrir þessa seríu. Ef við tækjum þetta 3-0, ég tækið það allan daginn, sko. Hvað sem mikilvægt fyrir KR að þetta leysið út með í höndunum að fá nokkra daga off núna? Mjög stórt, þú sást bara, mér fannst við rosalega flatir í fyrri hálfleik en mér fannst Neistinn svona að koma hjá okkur bara á fyrstu play-unum í seinni hálfleik og svona viljinn til þess að klára þetta. Við vorum með Kristoffer og Julian svona hálf flata hérna til þess að byrja með og mér fannst ótrúlegt að við skildum bara verið yfir í hálfleik með hvernig við spilum í fyrri hálfleik. En við bara nýttum okkur það, reynslan náttúrulega mikil í liðinu og við kveiktum aðeins, fengum flotta byrjun í seinni hálfleik og lögðum svona grunninn að því að þeir fóru að elta og hérna, þetta var erfitt fyrir það eftir það. Við þurfum að vera líka ánægð með framlega sem þetta fá frá bara úr hinum ýmsu átt. Reyndin mikil í þessu káli. Já. Það er með fullt af strákum á bekknum sem geta auðvitað að spila. Komnir í undanúrslit, þú talar erfiða leið fyrir úrslitakeppnina. Pottet. Hvað bara spennt? Deildin bara sterk, en það skiptir eitthvað máli á móti hvaða lið við erum að spila. Það er bara þannig og veit ekki hvernig hinleikurinn fór í kvöld en hérna, það er ekkert auðvelt. Þannig að það verður allt saman strempið og það er skemmtilegast af maður. Þetta var geggjað sería og ég þakka bara kærlega fyrir seríuna. Og hérna, ég er bara ánægður með mitt lið og frammistöðuna sem við sýndum í þessum þremur leikjum. Nú er þetta, ég meina, liðið fyrir bara nokkur vikur síðan. Talaði að það verið að halla svona líkuð inn í úrslitakeppnina. Þetta virðist vera svona bara allt annað lið sem með höndunum í dag heldur að vera að spila. Já, það hefur bara gerst góður hlutur innan liðsins og við önnuðum bara það, hörbarlega hefur komið sterkir inn hjá okkur og bara þakkið skilið fyrir bara ástandið á mönnum minna og við erum bara búin að taka okkur í gegn og við breyttum aðeins eftir áramótin en hvernig við æfðum og hugsanagangurinn kemur bara með og þessi gæjar kunna að spila körfubolta og við sýndum þetta í dag. Þú veit ég að þau hugsa bara eitt leik í einu eins og en sá sjötti í Uxi. Miðið möguleiki. Takk.